Gleðilegan fullveldisdag. Í tilefni dagsins endi Háskólinn á Akureyri til þjóðfundar fyrir ungt fólk og bauð framhaldsskólanemum allt frá Laugum til Tröllaskaga. Við ætlum að kíkja inn og heyra hvað krakkarnir hafa að segja um pólitíkina. Hvers virði það fyrir ungt fólk að fá vettvang til þess að ræða svona lagað? Ég held að við séum alltaf lítið að hlusta á hann aldurshóp og það sé mjög mikilvægt að þau séu kölluð til og svo eftir hádegi þá viljum við að aðrir hlusta á þau það sem þau eru að segja, það sé ekki bara að tala hvert við annað. Þannig að við buðum bæjarbúum upp á það að koma hingað eftir hádegi og þá verða þau með sína kynningar og geta kynnt sína skoðanir. Hvað er ykkar verkefni? Við erum að tala um það hvernig stjórnmálaflokkarnir ná til unga fólksins og hvaða áhrif þau geta haft. Já, við vorum aðeins að skoða hérna hvað reynslu við hefðum á stjórnmálum og það kom margt fram. Aðalega gennum samskiptamiðla og svo kannski skoðanir sem við höfum fengið frá foreldrum þegar hafa haft áhrif. Svo eru menn oft á tíðum ekki með mikla reynslu á stjórnmálum og við höfum líka verið að skoða hvað getum við gert til þess að auka áhuga til dæmis á því og við erum öll sammála um það að hver og einn þarf að leggja sér til mörkum til þess að setja sig meira inn í stjórnmál út í að það þarf eftirspurn til þess að verði framboð. Við erum búin að vera að velta fyrir okkur aðkomu forsetans að stjórnmálum og hversu mikil þau eigi að vera. Hver er ykkar skoðun á því? Já, við erum búin að vera mikið að ræða um það að forsetinn ætti ekki að vera pólitískur og jafnvel hann ætti ekki að vera að veita flokkum umboð heldur ætti að vera öðruvísi og við erum búin að vera að ræða bara mismunandi hugmyndir og pælingar og svona hvort hann hafi of mikið vald eða álíka. Hvaða leiðir eru færar aðrar en þær að forsetinn veiti stjórnarmyndunar umboð? Formenn flokkana geta náttúrulega bara tala saman sín á milli eins og er að gerast núna, óháð því hvort þið séu með stjórnarmyndunar umboð eða ekki. Lærið þið eitthvað í skólanum? Eru þið í einhverjum stjórnmálafræði kursum eða lærið þið í samfélagsfræði? Í skólanum eru til dæmis félög og það er HÍMA og VÍMA og það er hægri félag í félag hægri manna í Menntaskólanum á Akureyri og félag vinstri manna í Menntaskólanum á Akureyri. Þar getur menn komið saman og rætt bara málin sem snerta sig og aðra í skólanum. Og veistu hvor meginn þú skilgreinir þig? Já, ég myndi segja að ég verið hægra meginn. En þú? Ég hef bara ekki alveg myndað með skoðun á því, en jú, líklega hallast ég meira til hægri. Við fengum spurninguna hvort að fjölmiðlar hafa áhrif á stjórnarmyndun. Hver eru áhrif fjölmiðla á svona lagað? Þeir náttúrulega láta bara fólki vita hvernig þetta er nákvæmlega og sérstaklega í kosningu, ég held að það er miklu meiri áhrif þá. En ég held að það geta ekki haft mikil áhrif á stjórnarmyndunum sjálfa. Já, svo erum við mikið búin að vera að skoða eins og við erum til dæmis að ræða nokkur ákvæði í stjórnarskránni sem að okkur fyrst kannski veita forsetanum frekar mikið vald. Eins og það ákvæði að hann geti látið einhver mál niður falla og svona og vorum að pæla af hverju ætti einn maður að hafa tök á því. Þannig að ætti til dæmis kannski frekar bara að vera með þjóðaratkvæðagreiðsla eða eitthvað slíkt frekar heldur en neitunarvald algjört. Hefurðu lært mikið af deginum í dag? Já, þetta vekur alveg upp umræðu og þetta er alveg gaman. Það mætti skilur meira að vera í skólu þetta og maður veit svo lítið þetta nema að þessi tala á heimilinu og þannig. En nú hefur kosningaþátttaka ungmenna verið frekar dræm. Hvaða tillögur hafið þið til þess að bæta úr því? Já, ef ég bara vissi. Kannski bara meiri svona umræðu innan skóla, eins og til dæmis eitthvað svona, sko. Af því að maður nennir ekkert að, krakkar okkar aldrei nenni ekki að horfa á fréttir og fara svo sjálf og leita sig, já, heyrðu, þessi kall er voða skemmtilegur. Það er enginn að fara, það er ekkert sem drífur okkur í að fara skoða stjórnmál eða kynna okkur þetta. Þetta er bara ekki
spennandi í rauninni, sko. Mér finnst mitt bara að fólk þurfa að vera duglegt að hvetja til umræðina og vera duglegt að tala svona við krakka, eða þú veist, og ungt fólk. Og því við höfum ótrúlega mikil tök á því, við getum leitað öllu sem við þurfum að vita eða sem við viljum vita. Þannig að bara meiri hvatning að einhverju tagi væri ótrúlega þörf, því það er, þú veist, ekkert mál að finna sér upplýsingar ef maður vill það. Myndirðu segja að framtíðin væri björt? Ég tel hún sé afskaplega björt og þetta er svo skemmtilegt. Við erum eiginlega þjóðstarta afmælisárinu okkar. Skólinn verður 30 ára á næsta ári og við erum sem sagt, þetta er svona fyrsti atburðurinn aðeins fyrir áramótin en við töldum það vel við hæfi að fá unga fólki til þess að þjóðstarta afmælinu. Þannig að við munum sjá meira af svona lögu á komandi ári? Já, það verður mjög mikið atburði hér á næsta ári og við leggjum áherslu á það að fá opna skólan fyrir almenningi, opna skólan fyrir öllum aldurstigum, þannig að hér verður mikið líf og fjör á næsta ári.